Já, og þá það úlingaflokkar og MX2 18 til 21 árs og við erum í Bolöldu og með mér Pétur. Það startið hérna, það nú fullt af strákum hérna á startlínunni. Þetta skemmtilegi flokkar. Já, þessi flokkur var mjög góður í sumar. Við erum búin að ná hérna að taka saman. Þetta voru 35 aðilar sem tóku eina keppni eða fleiri. Þetta var nú margvitt að starta. Já, 5 sekúndar skildi koma upp og þá eru 5 sekúndur í að falli hliðið. Æða á stað í drullunni. Já, það nú reynd að steypa hana, þannig að menn spóla oft í startinu. Hver tekur startið? Þarna einn að koma bara með comeback, hann Eiður. Hann að taka hólmsjótti. Já, Eiður Orri. Já. Erik fast á eftir honum. Já, Erik Máni. En Eiður Orri Pálsson, hann tekur startið. Já. Flott hjá honum, innri línan hérna. Og Erik aftur honum. Erik hefur nú verið aðeins hraðar í sumar, eða ekki? Hann búin að vinna öll mótó nema 1 á Ólafsvík. Já. Þannig að þetta flottur árangur í startinu. Sjáum hvað hann haldur svo lengi. En þetta svolítið erfitt fyrir okkur að því að þetta úlninga 14-17 ára. Svo úlninga 125, það bara 14 og 15 ára. Og svo MX2 18-21. Já, það svona kannski erfitt að átta sig í hvaða flokkja því að það náttúrulega enginn heldur við séum númer. Við þurfum ekkert að nota hugsuguna þennan daginn. Nei, það þurfti ekkert að vökva. Það leit nú þannig út nóttina fyrir. Það virti að vökva en svo byrjaði bara að rigna nóttina 5-6 morgunin alveg á fullu. Svona bætti vel í rigningun 8-leiti. Já. Þá var búið að vökva nóg. En þá bara vestum hægt ekki þá. En hvað að gera hérna? Hann að ná honum? Erik Máni. Hörku bara það. Já, hörku bara það hérna. Eiður, hann nú að pressa á hann. Hann geta farið innri á mótónum en hann eftir hann ytri. Það tvískiptbrautin. Fyrsti hringur, það líka gáleitt að vera svona þolinmóður. Það nægur tími. Mótóið það langt að þú þarft ekki að fara fram úr í fyrsta hring. Það aðalega hver kemur fyrstur yfir marklínu þegar flaggaðir út. En þetta skemmtilegt. Þetta hörku keppni, gaman að þessu. Já, þetta gott og þessir þeir eru í sama, þeir eru rauninlega að keppa í sama flokk. Já, Erik Íslandsmeistari frá því fyrra. Já, þannig að hann á titil að verja og var nú líklegur fyrir þessa keppni. Og hvað gerir hann hérna? Hann kemur miklu hraðari við pallana. Hann að ná honum inn í beginni út frá það ekki. Hann að stinga sér inn fyrir, nei, jú, hann fer inn fyrir. Já, hann fer nú út brautinni eða hvað. Jú, þetta dugar, hann hraðari en hann á ytri línuna hérna. Hann miklu hraðari. Já, hann bara farinn. Frábær akstur í honum. Þarna fékk upptökumaðurinn aðeins að hlaupa. Já, hérna sjáum við keppninduna fyrir aftan. Það keppni á fleiri stöðum að sjálfsögðu. Þetta eru 3 flokkar. Já, 3 flokkar að keppa saman. Og ef sæjum kannski númerinn aðeins betur og það væri ekki svona ansi mikið rigning þá áttaði með sér betur á hverju hvað. Við sjáum það, 1 og 1 hérna. Já, þeir sem eru búin að bíða eftir þáttunum, þeir þekkja sig. Við þekkjum þennan allavega. Hann búin að byggja upp smá forustu hér. Já, en Eiður Orri nú ekki kannski svo langt frá og við sjáum nú ekki hver þá fyrstur í hinum flokkunum. Þetta var Sigurður Bjarnason, hann einmitt að keppa í 14-15 eða ekki. Jú, og svo var Óliver Helgi, hann var 2020. Já, 18-21, MX2 18-21. Já. Það verður stærsti flokkur eftir nokkur ár. Já, það alltaf verið að pröfa einhverja nýjungar. Það að gera erfiðara fyrir að lýsa. Þú kannski bara kalla út sem aðstofamann svo náður að klára þetta Maggi minn. Já, nei. En svo sést á upptökunum, Maggi stóð sér hrikalega vel á mótstaga að taka upp. Mjög hreyfanlegur út allt. Sigurður Bjarnason hérna og þetta ekki Óliver? Það ekkert númer fram hana, þetta Sigurður. Hann á norðan maður. Þetta líka í snjókrósi. Já. Ágætlega saman. Það virðist vera svona snjókross og motocross. Ekki ósvipað.
En Erik Máni bara að stinga af. Já, hann aukabili, en hann samt ekki langt á eftir honum. Erik Máni má ekki gera neinn mistök. Þá er Eiður kominn fram úr honum. Númi, ekki? Það ekki að drullan tekur nú skjöldin. Þetta Gabriel. Já, 77. Þú þekkir þess að stráka kannski betur en ég. Þess vegna fegstu mig hérna með þér. Erik nær að sjá hvað hann að halda fyrir hennum. Það eitt eiginlega verið að Rúllof á framspjaldinu. Já, það nú farið, hann örugglega farin að hætta að sjá úr núna meðan Rúllof allt komið út að gleraugunum. Það nú bara ekkert svo langt í næsta mann hérna. Hann eftir hann hérna skugginn. Þannig að Erik Máni þannig að hafa sér hérna við. Eiður Orri að bara að halda pressu á hann allan tíman. Þetta Eiður Orri Pálsson og Pálmarsson ennast þeimur. Já. Þannig að það fari ekki á millimála. Smá mistök þarna. Aðeins að hjálpa með fótunum. Sigurður Bjarnason. Hann þá eftir í 14-15-105 finnst mér. Það íðalegu keppnismæður. Keppir bara í öllu sem hann getur keppið. Hann sjáum við aftan á hann Kára. Já. Hann í 125. Já. Mjög skemmtilegur ökumaður, Kári Sigur Ingarsson. Keflavík, Golfreka heimabrautin hans. Já, sjáum hann hérna, það að vera smá í mynd. Hvað, gerðu lífmiðasettina? Tveir hringir eftir. Hvað sá ég í lífmiðasettina hans Kára? Hvaða þeim var hann með? Nei, þetta einhver komin á hausinn. Það var Honda ökumaður. Sá ekki nákvæmlega hver, en mér sýnist Erik Máni. Hann að koma hérna, ætringur eftir, sjáum við hér, það haldið svona spjaldi uppi, til að segja aukumannum. Svona, út í kantið sem vil ekki blotna. Já, og mér sýnist hann vera að klára, hann að koma hérna í síðustu beygina. Og svo Rúllof á framskjöldin, skilda fyrir næsta ára, það ekki maður ekki? Jó, ég bara að hafa sól, það miklu einfaldara. Herru, hann vinnur hérna, hann ánægður með þetta, hann ekki búinn að tryggja sér titilinn með þessu. Sjálfurinn reikniforman hann og Eiður Orri hann orðinn aðeins lengra á eftir honum en hann í byrjun. Þá þetta með glæsibræði þessi strákar. Og við förum þá í síðasta mótóið. Nú farið að hellirigna. Margrét Mjöll. Búin að gefast upp á spjaldinu. Nei, hún komið í regngápu. Nei, hún bara komið í regngápu. 5 sekúndur. Gaf ekkert eftir allan daginn. Sjáum hver tekur starti núna. Sjá hennan hóp. Flottur hópur. Það gríðarlega mikill sandur í startinu sem lítur okkur svona vel út. Herru, það eins og áðan ekki? Jú, mér finnst það. Já. Ólífer hann hvað, þriðji eða? Herru, þetta eins og áðan ekki? Jú, það búið skipt galla. Já, menn. Það nú að skipt galla eftir hvert mótó í þessum aðstæðum. Við sjáum bara, það alveg hellidemba núna. Eiður. Alveg hellidemba. Hörku startari, nei, hvað að gerast núna? Þetta nú bara eftir eiginlega. Bara spóla aðeins og framskalda aðeins og leta hann svo fram úr. Já. Kawasaki, það sé númi. Já, mér sýndist það. Koma hérna allir í hnapp og eftir. Og menn kannski sjá mismikið út bara. Hérna sjáum þetta kannski betur. Það Erik Máni og Eiður. Og sjáu aðstæður, þetta er svo gipp hérna. Aðstæður. Já. Þetta er svo vel strákarnir. Já, þetta orðið erfið. Nei, þannig kom einn hann datt inn í mynd. Já. Þú voru ekki séð hann þegar þú varst að taka upp, annars þegar þú zoomað á hann. Já, hann fekk aðeins 15 sekundir á fræg. Ég meina áhuga á þeim sem að keyra. Við hefum neitt þannig. Þetta er orðið erfitt, þetta er orðið drullu, þetta er orðið þungt. Hjólin verða líka með þung. Það komið svo mikið drull á þau. Hljóðurinn fyrir að virka öðruvísi. Þannig að þetta er svona ekki kannski aðstæður sem að menn óska sér en þeir að klára þetta bara með stæl og verðist bara alveg sama. Sásamt vel á hann, hvað allt er mála og flott, húsi og gámatni. Já, en þetta er orðið ansi blautt en menn láta sér samt vaða. Kárið hana? Já, bara yfir pallinu svo ekkert væri, bara eins og væri sól og sumar. Kárið að berjast í 125, 14-15 ára. Fyrsta sæti. Þarna er Heiðarsson. Hann með svona bleikt þema. Já, eins og pappinn. Já. En hérna nú farið að
farið að blotna ansi mikið. Sjáum að Erik hérna fyrstur, komið með ágætis forystu. Já, svona, þetta bara eins og áðan í mótónu. Nú bara linsan orðin full af vatni, þannig að það bara orðin erfitt að sjá hver hvað. Í miður bara þoldu græjurnar ekki þetta úrhelli. Þarna sjáum við að það rigni vel þarna. Já, þarna er alveg orðið úrhelli og hérna myndavélin ennú bara að gefa upp öndina sýnist mér. Þannig að menn bara eru orðin í móðu þarna, já. Og því miður að þá bara gaf hún upp öndina, fylltist af vatni og við náðum ekki að klára þetta mótó. En við kíkjum úrslitin. Úlingaflokkur 14-17 ára, Oliver Helgi Sveinbjörnsson fyrstur, Sölvi Örn Heiðarsson annar og Aron Hilmarsson þriðji. Íslandsmóti fór alveg eins og þessi 3 sæti. Nú úlingaflokkur 105, 14-15 ára, Sigurður Bjarnason fyrstur, Kári Sigur Ingarsson annar, Jóli Jökull Bentsson þriðji, Óskar Már fjórði, Alexander Atli 5. Svo kemur Annel Adamsson 7, Valter Björgvin 7, Árni Helgason 8 og Almar Þór Hilmarsson í 9. sæti. Og úlingaflokkur 14-17 ára, MX2, Erik Máni Guðmundsson fyrstur, Eiður Orri annar, Alex Þór í 3. sæti, Númer Möller 4, Marino Leo 5, svo kemur Gabriel Geir Hannes Þór, Bjarki Jörgensson, Davíð Úlfur Vésteinsson og Viktor Már Óskarsson í 10. sæti. Og Íslandsmótið þarna í aftasta reið, Erik Máni Íslandsmeistari. Ég þakka bara fyrir mig í dag og verið þið sæl.